Já, komið sælir áhorfendur Hringbrautar og velkomin í sjónvarpsþáttinn Atvinnulífið. Ég stattur hérna ásamt Friðþjófi Helgasyni við verslunarmiðstöðinni í Hafnarfirði. Þar ætla ég að heimsækja fyrirtæki Spánarheimili sem sérhæfir sig í sölu fasteigna á Costa Blanca svæðinu á Spáni og reyndar einnig leigu fasteigna. Og það eru forsvarsmenn fyrirtækisins sem ætla að taka hérna á móti mér. Það jafnast ekkert á við það að þruma sér í gott sólbað og liggja á bekk með bland og bús. Góðan daginn. Takk fyrir að taka hérna á móti okkur. Velkomin. Takk fyrir. Nú Bjarni, þið sérhæfið ykkur í sölu fasteigna til Íslendinga sem að vilja vera á Costa Blanca. Segðu okkur svolítið frá þessu. Já, það er rétt. Spánarheimilin er búin að selja fasteignir til Íslendinga núna í nokkur ár og við erum að vinna á öllu Costa Blanca svæðinu frá rauninni Valencia í norðri og alveg niður til Cartagena í suðri. Bjarni, hvað segir þessi aðstæða hérna í Hafnarfirði? Þetta byrjar allt hér. Hvað gerist hér? Já, hérna rauninni byrjar þetta. Við erum með skrifstofu bæði hér og á Spáni og hér tökum við á móti viðskiptavinunum og eins líka þeim sem er í kaupferli eða jafnvel búnir að kaupa. Og við höndum líka kynningar hér. Við höndum kynningar varðandi fasteignakaup á Spáni, varðandi kaupferli og fjármögnun og annað slíkt, þannig að við erum alltaf opnir fyrir fólk sem vill koma og fá upplýsingar. Þannig að hér byrjar fólk að fá innsýn inn í það hvernig það er að kaupa fasteign á Spáni og eiga fasteign á Spáni og þannig að hér byrjum við, hér byrja hlutirnir. Hvað segir sölustjórinn, opið alla daga vikunar? Það er opið allan sólarhringinn. Allan sólarhringinn, já. Bjarni, varan ykkar, eða þjónustan, hún er á Spáni. Verðum við ekki eiginlega bara að fara þangað og þið eruð alltaf að bjóða fólki til Spánar eða ekki og alltaf að bjóða okkur líka? Við erum að bjóða nefnilega akkurat upp á skoðunarferðir til Spánar. Frá 39.9 flug á gisting frá 4 dögum upp í 7 daga. Já. Þannig að mér líst vel að það að bara fá okkur út og sýna ykkur svolítið það sem við erum að gera það og sýna ykkur svæðið, sýna ykkur fyrirtækið þar. Við skellum okkur til Spánar. Hefur ekki að drífa okkur bara? Já, góður áhorfendur, okkur er ekki til setuna boðið, svo við Friðþjófur ætlum að þiggja boðið, skella okkur á Costa Blanca og sýna ykkur hvaða þjónustu Spánarheimili býður þar. Flugsamgöngur til Costa Blanca eða Alicante flugvallar eru góðar en flogið er tvisvar í viku við vetrarmánuðina og frá vori til hausts er flogið alls 11 sinnum á viku en beinflug frá Keflavík tekur 4,5 klukkustund. Ég ferðast með flugi Norwegian sem lagði af stað frá Leifsstöð á hádegi og lenti á Alicante flugvelli síðdegis og þar tók á móti mér Bjarni Sigurðsson. Morgunin eftir og Bjarni mér á Campo Amor golfhótelið en þar var Reynir Logi mættur í sól og blíðu en þetta er dvalarstaður flestra þeirra sem þiggja boð Spánarheimili sem að koma í skoðunarferð á Torrevieja svæðið. Ég bað Reynir Loga að segja mér nánar frá Campo Amor. Já, hér eru við konir á Campo Amor hótelið sem er hérna á Riela Costa svæðinu, Torrevieja svæðinu og hótelið hefur 180 herbyggi fyrir alltaf 300 manns, þannig að það er nóg pláss hér oftast. En það sem einna best er hérna, það er veitingastaðurinn sem hefur upp á að bjóða mjög góðan og fjölbreyttan matseðil. Herbyggin eru mjög notaleg og rúmin góð, þannig að það má eiginlega segja að þetta sé mjög góð kostur fyrir þá sem koma hérna og vilja skoða sig Þannig að þetta Campo Amor, svo það heitir, það er það hótel sem að flestir ykkar viðskiptavinnar sem eru í fasteignahugleiðingur hingað komnir til þess að skoða fasteignir, þeir byrja dvölina hér. Oftar en ekki, já, þá er það tilfellið og allir sem ég hef heyrt í sem hafa verið hér láta mjög vel af hótelinu og þykir þjónustan og veitingarnar og umhverfið. Það verður gaman að kynna sér það hérna á næstunni. Svo náttúrulega er fjöldi af þeim sem koma enga golfarar og það er náttúrulega ekki spillir ekki að vera með þennan glæsilega völl hérna umhverfis hótelið. Það skal ég segja að það er ekki handónýtt, það er alveg á hreinu. Það er golfhring í leiðinni. Það er mjög vinsælt. Jafnvel á miðjum vetri. Það er aldrei almennilegur vetur hér séð, þannig að þú er alltaf að spila golf. Já, ég er staddur hérna á Costa Blanca, það leynir sér ekki. Sólin skín og ströndin er hérna baki. Bjarni, ég er komin hérna í skoðunarferð af því að ég hef hugað því að kaupa mér fasteign. Förum aðeins í gegnum ferlið og segðu mig hvernig þetta byrjar allt hérna. Þetta byrjar nákvæmlega á skoðunarferð, það er svo komin í núna. Þannig að í framhaldinu viljum við þá fá að vita hvernig eign þú voru að leita á það eftir að kaupa, hver draumaeignin væri.
Þannig að hvernig á eignina að líta út og hvernig á hana að vera á? Segðu mér. Já, sko, ég væri að miða við svona eign sem myndi kosta í íslenskum krónum svona í kringum 20 milljónir og væri með þetta svona allavega 2 svefnherbergi og þá 2 baðherbergi. Myndur vera að spá í nýlega, eldri eign? Við svona taka nýja eign, það er svo mikið greinilega að gerast hérna, það eru byggingakranar allt svæði. Já. Varum við að tala að þú vildir leigja þessi eign, búin sér leiguvaleg staðsetning, myndir þú vilja skoða það möguleika framtíðinni? Já, ég myndi vilja leigja hana út vegna þess að ég hefði ekki hugsað mér að búa hérna allt árið, heldur kannski vera hérna 3-4 mánuði og leigja hana yfir til þess að við sumarmánuðina, þá vil ég vera á Íslandi. Já, þá skiptir svona leiguvaleg eign máli hvað staðsetningu varðar og svo skiptir máli hvort þú ætlar að taka lán eða ekki lán. Já, það er í boði, er það ekki? Við ætlum að kynna okkur það nánar líka. Við ætlum að kynna okkur það. Það er alveg fyrir 70% lán sem bankarnir að veita hér á fínum kjörum. Það er möguleiki. Og lágum vöxtum? Já, óverðtryggðir vextir svona frá 2,78 upp í 3,56. Já, þá held ég að það veri skynsamlegt að fjármagna hluta þessu kannski með þessum hætti og hvað þýðir það? Þá erum við að tala að ég fengi kannski 13-14 milljóna fjármagn upp í svona eign. Já, þá var að tala að þú þurftir að eiga svona í fé með við 20 miljónir, 6-7 miljónir. Ok, ég er komin að hennar stað. Þú er búinn að finna fyrir mig og við erum sáttir eða ég við verðið og hvað gerist næst? Þú er búinn að finna eignina að þá fer lögfræðingur okkar af stað til þess að kanna allt varðandi eignina. Við höfum allir pappírinn sér í lagi, öll leyfi, allt þess að vera og þá er gerður kauptilboð eða svona við kallum frátekni samning. Þá er borgað staðfestingargjald og eignin tekin frá. Hvað er það hátt? Það er svona 3.000 evrur, 6.000 evrur. Já, lítið hluta verðmæti. Bara mjög lítið, þetta er rétt svona staðfestingargreiðsla. Og þá tekum við rauninni ferli. Við höfum 6-8 vikur til þess að fara í það, þá opna bankareikning, fá fyrir spænska kennitölu og fá tilboð þá í fjármögnun. Við förum þá og fáum öll gögn sem þarf að leggja fyrir bankana frá þér, fjárhagsleg gögn, þýðum það yfir á spænsku, við sjáum alveg það og sendum þessu inn í banka og fáum tilboð á fjármögnun. Og síðan þegar það er allir líka fyrir og ef þú ert að kaupa nýja eign, eins og við varum að tala vildir, að þá náttúrulega gæti verið að bíða kannski hálft ár til ár, jafnvel lengur eftir eigninni, að þá fylgistu við með öllu ferlinu. Þó að þú sért og við erum að hjálpa þér að fá kennitöluna og fá tilboðið lánið, þá náttúrulega erum við í því að fara í eignina, taka myndir, senda þér yfir til Íslands, hvernig framkvæmdum miðar og erum svona þinn eftirlitsaðili á líka framkvæmdum á byggingaraðalunum, þannig að allt sé þessu á að vera. Síðan kemur að því að eignin er tilbúin og þeir lýsaði yfir að þeir séu búin að ljúka við eignina, þá er eignin tekin út, bæði það hálfu bankans og okkar og þá er ekkert annað en að mæta til sýslumannsins hjá notaría til þess að ganga frá samningnum og afsalanum. Og það er þá gert í samræmi við lögfræðingun okkar, lögfræðinga byggingaraðalans og bankinn mætir fyrir þína hönd og greiðir allt sem þarf að greiða, bæði skattinn, kostnaðinn og það sem eftir að greiða til byggingaraðalans. Já, að sögn Bjarna ganga kaupin á fasteignum aðeins öðruvísi fyrir sig heldur en á Íslandi. Þar er það ekki fasteignasali sem gengur frá kaupunum heldur sýslumaður eða nótaría eins og hann er kallaður hér á Spáni en slíkar sýslumannsskrifstofur eru einkareknar og starfa undir sérstöku leyfi frá spænska dómsmálaráðuneytinu. Nótaría eða sýslumannsskrifstofan sér því að fullnusta samninginn og að tryggja að öll ákvæði hans sé eftir óskum kaupanda og seljanda áður en samningi er þinglýst. Það eru lögfræðingur á báðum endum og þegar okkur bar að garði var lögfræðingur Spánarheimilis, Susan Vega að störfum fyrir hönd kaupanda en áður var búið að lesa samninginn yfir á íslensku af sérstakur starfsmanni Spánarheimilis þannig að tryggt var að kaupandi verið sáttur áður en greiðsla var afhent seljanda. Þegar greitt mætir fulltrúi bankans með ávísun, já takið eftir. Það er ekki millifært rafrænt heldur gefur bankinn út sérstakan tékka eða bankavíxil, stílaðan á seljandan og afhendir yfir borðið þegar allt er undirritað að hálfu beggja. Já, við erum búin hjá nótari og ég er að fá lyklana í íbúðinni. Það er búið að borga. Já. Og hvað fylgir? Það er málið. Við erum með eftirsöluþjónustu, starfsmenn í því. Við getum farið með núna í húsgagnaverslunar, valið húsgagnin, hjálpa að fá internet í íbúðina, koma þér inn í alla það hluti sem skipta máli varðandi svæðið, nafnabreyta vatni, rafmagni, húsfélagi,
beintækja við reikningin, nýja sem er búin að opna í bankanum, þannig að þetta séu allt í greiðsluþjónustu í framtíðinni. Þannig að við erum ekki að segja bara til hamingju, bæ, búið, bless, þegar búin að fá lykilinn. Við hjálpum þér alla leið. Hver er ykkar reynsla? Er fólk að taka með sér einhver húsgögn hérna frá Íslandi eða kaupir það bara hérna á Spáni? Það er stundum þegar fólk er að flytjast alfarið hingað, tekur helstu persónulega muni, en það er sjaldnast. Við mælum heldur ekki með því. Húsgagnar verður bara mjög fínt hér og mjög góð sjónvarp og tæki og annað? Öll tæki, öll rafmagnstæki, þetta er náttúrulega miklu ódýrara heldur en við þekkjum í Íslandi og bara góð gæði, góða vörur. Já, þetta hljómar allt vel, en hvað skildi þessi þjónusta Spánarheimilis kosta viðskiptavinin? Þú borgar ekki fyrir þessu þjónustu. Hún er rauninni bara frí. Við fáum greitt fyrir okkar vinnu frá rauninni seljandanum. Byggingaverktakinn greiðir ykkar laun? Já. Það er mikilvægt að við vitum þetta. Þannig að öll þessi þjónusta sem að snýra því að taka mótið í skoðunarferðinni, fari gegnum allt verði bankan og fjármögnun og eftirsöluna, það er ekki svo greiða neitt fyrir. Nú, Bjarni, við ætlum að fara hérna víðan svæðið í þessum þætti og þeim næsta í næstu viku. Já. Og skoða okkur og meðal annars að fá að sjá úrval af fasteignum. Mikið úrval, miklu að taka, þannig ég er strax komið með margar hugmyndir fyrir því í kollinn sem langar að sýna þér. Ég hlakka til. Eins og framkom í máli Bjarna bjóða bankar allt að 70% fjármögnun við fasteignakaup, en nokkrir bankar eru í samkeppni viðskiptavinnuna. Sá banki sem flestir viðskiptavinir Spánarheimilis hafa leitað til er Sabadell Solbank, sem staðsettur mjög miðsvæðis á Torrevieja svæðinu. Við heimsóttum útibúið og fyrir svörum varð útibússtjórinn Raúl Cudanda Díaz og ég spurði hann fyrst hvort að ég gæti sem íslenskur ríkisborgari búsettur á Íslandi komið til hans og sótt lán til fasteignakaupa. Yes, of course. Solbank is a bank that is specialized for non-residents. Solbank is the trademark of Sabadell Bank, and we work mostly, our clients are 90% non-residents from Iceland, many of them. They are also from UK, from everywhere. We are specialized in mortgages for foreign people that live in their countries and just ask for a mortgage for a summer house or for a holiday house. Þína spurði ég Raúl hvernig þetta gengi allt fyrir sig. It's very easy. What we need, of course, is your passport, your identification, your address, email, or your details. And with this, we are going to study first your incomes. Okay. So you need my tax report from last year? In the first meeting, it's just enough to tell me how much you earn. And with this, we will be able to see how much we can borrow you. We normally borrow 70% of the purchase price, okay, and we have to have the monthly payments of the mortgage has to fit more or less with the incomes. So this is not a problem. No. And how is the experience with all the Icelanders who have been investing here in Costa Blanca? The experience in the last years is really very good. We work very tight with the estate agent, and they bring us the clients. They make most of the job with us, and it works really very good. Okay. They are very professional, and they send us all the documents. They have to be translated in Spanish. That's important. But we can study the mortgage. So besides the property loans, do you issue credit cards and debit cards to their savings accounts? Of course, we've got a complete service. It's not only the mortgage. We need, of course, the current account with the mortgage, the credit card, the debit card too. We offer also insurances, no problem. Car insurance, house insurance, life insurance, whatever is needed. And hver eru svo kjörin á lánunum frá Solbank? The mortgages here in Spain, we've got two kinds of mortgages. The fixed interest and the variable interest rate. Now we make more than 90% fixed interest because the interest is very low, and it's really interesting to have a fixed interest that you know exactly how much you're going to pay every month and when you're going to finish the mortgage. Because here in Spain you pay the capital and the interest every month until it's finished. So the interest rate depends also on the term. The longer the term, the higher the interest rate, of course. But we are making mortgages from 10 years up to 30 years, depending on the age. The mortgage shouldn't be more than 75 years age of the client. The interest rate is between 3.60 to 4.20% interest rate fixed. Fixed, yeah. And if it's flexible? Flexible, it's a bit lower, not much lower, but around 0.40 less. But every year it will be restarted according to the Euribor. Right now, in the last month, the Euribor is going up again, so I'm not sure how interesting it is to have a variable interest rate right now.
Now, let's say that people who are retiring in Iceland from the age of 66, 7, you know, and over, and they would like to mortgage, but there are less than 10 years until they turn 75. How about the family? Can their kids take over, children? Well, in this case, what we are doing, we are putting on the mortgage also the children, or one of the child. Okay, we put them in the mortgage, and they have to be also part of the property. They must be also owners of the house. Part owners, yes. That's it. Yeah. And with this, we can solve the problem with the age. And does the same goes for Icelandic companies if they want to invest here, let's say a few apartments? Icelandic companies can also ask for mortgage in Spain. It's a bit more difficult because we need also information about the company the last 2 years and also the owners of the company. Okay, but it can be studied, of course. We have made some mortgages for Icelandic companies, so it shouldn't be a problem, really. Now, finally, Raul, thank you for an interesting conversation. How long is the process from the day I come to you and apply for this mortgage until you can give me a certain answer? Let me see. If as soon as I've got all the documents about the incomes, and we need incomes, we need of course also the tax declaration of the last 2 years, we need also information about the mortgages. Once we've got everything, in the best case we can have a first answer in 2-3 days. All right. Okay, this will be if everything is that I can start immediately with this process, normally 1 week. And once it's approved, because what we do, we first approve the mortgage to avoid any cost to the client. And if the mortgage is approved, if the client decides to buy the property, then we apply for the valuation. This will of course have costs, but the client will know that the mortgage is approved before he starts paying anything. So at the end, if everything goes well, a representative from Solbak shows up at notary Yes. and hands over a check. Yes, that's it. Raul, thank you very much for the conversation. You're welcome. And Nice I to think meet you you. should open a branch in Reykjavik. This could be nice, yes. I like this country. Já, við gerum stutt hlé á þættinu núna en komum fljótlega aftur og höldum þá áfram umfjöllun okkar starfsemi Spánarheimilis á Costa Blanca. Stólpi Gámar hefur gáma af öllum stærðum og gerðum til sölu eða leigu. Allskyns nýting, allar stærðir, Stólpi Gámar. Engin B-vítans skortur. B12X, góður kostur gegn skorti á B12-vítamíni. Fæst nú án lyfseðils í næsta apóteki. Námskeið fyrir lífið. Endurmenntun.is. Frí heimkersla af öllum matarpökkum hjá 1, 2 og Elda. Njóttu dagsins, við sjáum kvöldið. 12.is. Vantar fyrirtæki þitt tímabundna fjármögnun, þá A-Factoring málið. A-Factoring, Sundagörðum 2. Munum eftir flöskumóttöku endurvinnslunar. Það borgar sig að endurvinna. Atlas International kynnir húseignir á Spáni. Verðum með kynningu næstkomandi laugardag og sunnudag frá klukkan 1 til 5 í lögheimili Vínlandsleið 14. Þau hjónin Ólafur Hákonarson og Kristín Helga Jónatansdóttir fluttu til Spánar fyrir rétt rúmum 2 árum. Þau var notið þess að vera hérna að sögn, en ég hitti þau á svölunum að morgni dags. Ólafur, ef ég má byrja á því að spyrja þig fyrst, hvernig byrjaði þetta hjá ykkur að koma hérna og flytja til Spánar? Hvað vakti fyrir ykkur? Það sem vakti eiginlega fyrir okkur fyrst að við vorum búin að velkjast svolítið saman við hjónin og að hvað ættum að gera þegar framlíða stundir, og það var tvennt í stöðunni. Það var annars vegar að kaupa sér sumarbústað á Íslandi eða þá að fara til Spánar sem við vorum búin að ræða mikið áður fyrr. Og við fórum svona fyrir rest á stúfana fyrir 2,5 ári og leiddu okkur að fasteignasölu og fundum og þá byrjaði ballið. Já. Og hvernig gekk þetta svona fyrir sig? Þetta gekk tiltölulega mjög vel fyrir sig. Við
hittum á Bjarna loksins, þetta svona smá reynslu eftir tíma. Spánarheimili. Spánarheimili, já. Og þar fór boltinn rúlla og við fórum á vegum Spánarheimila til Spánar og hittum þar sölumann sem heitir Reynir. Sem að byrjaði bara strax og við lendum að fara með okkur sýningarferð svæðið. Svo fórum við okkur upp á hótel og gerðum okkur þar, skildi okkur þar eftir, sæst að koma kl. 10 daginn eftir og þá færum við að leita. Hann hafði spurt okkur áður hvernig við höfum hugsað okkur þetta, hvers konar, hvað verð. Skoðuðu margar eignir? Þegar hann kom daginn eftir og sótti okkur, þá byrjaði ballið eins og segið. Það fór heilt dagur bara í það rúnda milli íbúða. Voruð þið þá, má ég spyrja, búin að segja svona sirka á hvaða verðbili þið voruð að spá í? Já. Hvað þið verið með hand á milli? Og hann kom þá með þessar hugmyndir íbúð sem að væri á þessu verði. En það er náttúrulega, eins og gengur ekki, skekk ekki, við þurftum að hækka okkur svolítið. Og Kristín, það er örugglega svolítið öðruvísi að drekka kaffi sitt hérna á þessum svölum heldur en í, sunnan heiða. Það er ekkert allt líka þessu saman. Þetta er bara stórfenglegt líf. Já, og eftir sem mér er sagt, talsvert ódýrara að lifa hér heldur en á Íslandi. Já, þú getur leyft mikið meira fyrir sampeningi og þetta er mjög gott fyrir heilsu. Þannig að þið eruð svona út að hreyfa ykkur og ganga og... Já, ég var nú komin í hjólastól tímabili en ég held ég sé búin að losna við hann. Það er ekki að sjá. Nei. Þú þurfur á honum að halda. Nei. Já, svo það er ekki annað en að heyra ykkur líður stórkostlega og þið sjáu framtíðina hérna næstu árum. Það er alveg á hreinu, sko. Og þeir eldri borgarar. Það er alveg á hreinu, sko. Já. Og ég þakka ykkur fyrir að taka á mót okkur hérna og óska ykkur allsins besta í náinni framtíð. Takk fyrir komuna. Þau Guðmundur Vignir Óskarsson og Arna H. Jónsdóttir voru að skrifa undir kauptilboð eða frátækisamning á skrifstofu Spánarheimilis hér í Torrevieja þegar okkur bar að garði og það var Hrafnhildur Eiríksdóttir, skrifstofustjóri, sem annaðist fráganginn í þetta sinn. Hrafnhildur hefur búið og starfað á Spáni undanfarin 25 ár en svo vill til að Eva dóttir hennar starfar einnig hjá Spánarheimili og báðar tala þær spænsku eins og innfæddar auk íslenskunar. Þau Guðmundur Vignir og Arna voru svo vingjarnlega að veita svör við nokkrum spurningum í tengslu við hinn væntanlegu kaup þeirra á fasteign hér á Spáni. Jæja, þið voruð að skrifa undir samning, til hamingju með það. Já, þakka fyrir það. Spánarheimili. Fjarska glöð með þetta. Hvað var til þess að þið stigu þetta skrif? Það er nú nokkri þættir held ég að það er náttúrulega bara veðurlagið hér, það er eiginlega aldrei vetur, verðlag og staðsetningin er alveg yndisleg. Og svo erum við náttúrulega að hugsa ævikvöldi svolítið og hérna stóðum reyndar ekki til að kaupa núna en við stökkum á góða eign. Hvernig sér þú framtíðina á Spáni? Ég sé það fyrir mér, við erum náttúrulega ennþá í vinnu, þannig að við verðum það eitthvað áfram en svo við fáum ekki íbúðina afhenta fyrir eftir ár. Og við sjáum svo fyrir okkur svona þegar við erum hægt að vinna, við verðum hérna nokkra mánuði á ári að minnstakosti og að börnin og barnabörnin komi í heimsókn. Þannig að þið eruð að byrja að undirbúa það svona ljúka störfum. Já. Það er með þetta klart þá en ekki byrja þegar þið hætt. Við sjáum í þessari núna gjörð að þá þurfum við kannski að lækka seglin heima. Ég held að það sé mjög skynsamlegt að kaupa minni eign en í staðinn að geta átt þessa frábæru möguleika að vera hér við góð veðurskilyrði. Já, þú átt við það að hér er náttúrulega fasteignar að vera talsvert lægri en á Íslandi. Við erum að kynnast í þessum þáttum hérna. Já. Að minnka við sig, selja, kaupa ódýrara húsnæði. Já. Kaupa ódýrara húsnæði heima og það er líka verðlagi hérna er náttúrulega svona kannski helmingilegra. Ég held að þurfi engan vitring til að kynnast í. Ég hef nú bara kynnst í hérna á nokkra daga veru sjálfur. Já. Hérna, má ég spyrja eitt, eru þið búin að vera lengi að hugsa þetta mál? Þetta er nú dálítið stórt skref, er það ekki? Sko, við kynntumst þessu fyrst í gegnum Spánarheimili. Bjarna sótti þar golfmát, er svolítið byrjandi í golfi kannski og við, en hérna þar kynntumst við náttúrulega þessari aldrei of seint að byrja? Nei, þessari frábæru þjónustu hans Bjarna og sem við fundum núna í kaupunum að þetta gekk mjög vel fyrir sig og við þurftum lítið að hafa fyrir því í raun. Og hefur allt kaupferlið gengið snurðulaust fyrir sig, ekki neinir svona óvæntir atburðir komnir upp eða? Nei, mjög vel og flott eins og ég segi sölufulltrúum frá þeim
eiginlega stóðst okkar bestu væntingar hvernig upplýsingarnar skiluðu sér til okkar og það var kannski til þess að við treystum okkur að stökka á þetta. Já. Þannig að þið, það hljómar að þið séu mjög bæði samstíga og einhuga og ánægð með þessa ákvörðun. Mjög ánægð með þetta og nú hefst bara undirbúningur að þessum breytingum og endurstilla heima fyrir og svo það fjölskyldan alltaf sem kemur til með að njóta þess með okkur sem ekki minnsta málið. Já, við höldum áfram hérna umfjöllun okkar starfsemi Spánarheimilis á Costa Blanca. Sólin skín hérna og sjávaröldurnar dynja hérna á hvítum sandinum. Bjarni, afþreying hérna á svæðinu. Fólk nú ekki alltaf í golfi eða einhverju öðru. Hvað þetta að gera? Sko, hún náttúrulega alveg endalaus. Eins og segir, það er ekki bara golfi. Við höfum sjósportið, það eru hjólreiðar, það eru gönguferðir. Fólk mikið jafnvel að fara að veiða, hvort sem þetta sjóðu upp á landi. Þannig að endalaus afþreying, endalaus. Sjósport eða siglingar, hvað gerir maður þá? Þetta að vera með báta hérna? Já, við vitum Íslendingar sem hafa keypt sér báta hérna. Það er mikið smábátahafnir út allt. Þú getur jafnvel leigtir bát með eða án skipstjóra, það var með því réttindi. Þannig að það er endalausir möguleikar. Sko ferðamöguleikar á þessu svæði, við erum hérna í miðju landi, það reyndar út við strönd, en við erum á svona miðavegu frá norður til suðurs. Ef ég ætla að skreppa til Madrid, sjá höfuðborg Spánar, hvernig fer ég þangað? Sko, vegakerfið er mjög gott hérna. Það er mikilvægt góða tenginga við hraðbrautina sem tengist Evrópuhraðbrautinni. Þannig að meginlandið og Evrópa liggur einnig undir. Þú ert 4 tíma til Madridar. Ef ég keyri? Ef þú keyrir hraðbraut. Þú getur farið til Alicante og tekið hraðlest beint til Madridar á 2,5 tíma. Er það non-stop lest bara? Það er non-stop lest, já. Þannig að möguleikarnir eru miklir. Já, svo er Barcelona, er það ekki líka? Jú, það er 6,5 tími. Já. Niður til Malaga og í Andalúsía, 4,5 tími. Já. Þannig að þú ert með allt undir, allt meginlandið. Heldurðu, Bjarni, að einhverju af þessum Íslendingum, hundruðum eða jafnvel þúsundum, sæki eitthvað þegar að fara á skíði hérna í Nýja Vegalta? Gaman að minnast á það. Það er nefnilega akkurat málið. Það er til dæmis sem á svæðinu er skíðaklubbur, alþjóðlegur. Fólk er að fara hérna niður í Sierra Nevada á skíði í skíðaferðir og það er bara svo í Ölpunum, menn er mjög ánægðir með mjög hátt til, já. Alveg fram til svona 1. maí, svona byrjun maí, þá er ekki lengur hægt að vera á skíðum, en allan veturinn frá og með svona nóvember og fram til 1. maí. Og hvað tekur það ferðalag langan tíma hérna? Þetta eru svona 4 tímar. Já. Geislu. Akkurat. Við höldum áfram að njóta sólarinnar hérna á ströndinni. Endilega. Já, góður áhorfendur, það er komið að lokum þáttarins atvinnulífið í dag og við verðum hérna á sama tíma, hér á Hringbraut, að viku liðinni og höldum þá áfram umfjöllun okkar þjónustu Spánarheimilis á Costa Blanca, mun meðal annars leika golf með ladda og kynna mér fjölda þeirra fasteigna sem í boði eru hérna til kaups eða leigu. Nú þennan þátt eins og alla þætti okkar Friðþjófs Helgasonar má kynna sér á heimasíðunni hringbraut.is.